Amen. Þetta tilboð að koma og vera með, koma fram fyrir auglið drottins, að lofa hann og lyfta upp hans nafni. Ég langar þess að bjóða ykkur innilega velkomin í Philadelphia í dag og biðja ykkur að bjóða aðra velkomna í kringum ykkur. 2 og 3, drottin blessi þig, falleg kveðja. Innilega velkomin á samkomu á Hvítasundegi í Hvítasundukirkjunni Philadelphia. Það fjölbreytt dagskrá framundan. Við, eins og þið sjáið, textinn tvöfaldur í dag, bæði íslenska og enska. Við erum með Alþjóðakirkjuna með okkur hér í dag. Þannig að við tókum svona sameiginlega málið sem að flest okkar þekkja, sem annað tungumálið. Við fáum vini okkar á Alþjóðakirkjunni sem ætla að syngja hér í dag og leiða okkur ef við kunnum lofgjörðalögin sem að þau syngja. Við fáum skýrn, við fáum fulltrúa Alþjóðakirkjunni sem ætla að lesa ritningateksta og svo ætlar Mike Fitzgeralds að tala til okkur hér í dag. Amen. Nú ætlum við að syngja sálminn sem við syngjum á þessum degi, Sjá huggarinni hér. Þegar við fórum með kórinn til Los Angeles árið 2003, 12 ár, 13 ár síðan, þá stoppuðum við hús við Bonnie Bray stræti, gult hús, og það svona skilti fyrir framann og það segir The Comforter has come. Þetta húsið þar sem að samkomundum voru haldnar þegar að Hvítasundsvakningi var að byrja í Los Angeles árið 1905 og 6. 1906 voru það samkomund þar. Og það tilvísin í þennan sálm. Sjá huggarinn hér. Nú syngjum við hann og tökum öll vel undir. Sem veitir lífn og líf
Amen. Helgi ætlar að koma hérna upp og kynna næsta atriði sem ritningalesturinn. Það svo mikill kraftur á hvítasunnu, það bara kerfið höndlar ekki. Hjartanlega velkomin á samkomu hér í dag. Og til hamingju með daginn. Þetta stórkostleg hátíð sem við höldum, fögnum við þegar Guð útheldi sínum heilaga anda yfir kirkju sína. And since we're doing a bilingual service, I will be speaking in tongues. Welcome to church on the day of Pentecost, a wonderful celebration where we celebrate and rejoice over God pouring out His Holy Spirit over His church. Og við höfum þetta bara svona, ég ætla að byrja á því að biðja, ég biðja reyndar örugglega bara á íslensku og svo ætlum við að lesa ritningalestar dagsins á mörgum tungumálum. We're gonna start by praying, and I'll be doing that in Icelandic. You can pray in your heart language wherever you are. And then we'll be reading the scriptures of today in different languages, and they will appear on the screen behind us in Icelandic and English together. So those of you that are coming up to read, if you could just get ready as we pray. Og áður en við kannski höldum lengra áfram að þá langar mig að segja frá því að við vorum beðin að biðja fyrir góðum bróður okkar, honum Daniel Glað. Hann búinn að vera veikur og alltaf orðinn fullorðinn, og þið sem ekki þekkja hann, þá kom hann líka sem kristniboði frá Finnlandi, þjónaði í mörg ár og alla sína ævi á Íslandi af konu sinni Marianne. Þau komu hingað saman, giftust á Íslandi og hafa gefið Guði algjörlega lífsitt og gefið Íslandi lífsitt. Og við skulum minnast hans í bæn, biðja fyrir honum að Guð efla hann og styrkja hann og sé með honum, og biðja líka fyrir konuna sinni Marianne. Og síðan var ég líka beðinn að segja frá því eða svona láta vita að því að margir sem þekkja hann Eið Einarsson, hann fór til að vera með Guði bara í vikunni sem leið. Hann starfaði lengst af í veginum, þekkja margir þaðan og var svo sem bara svona Guðsríkis maður. Hann við þetta minnust hans og þjónust hans með þakklæti í dag. En við ætlum að koma saman og biðja, og við biðjum fyrir systkinum okkar, við biðjum fyrir kirkjunni og við biðjum fyrir landinu. So let's join our hearts in prayer as we pray for this nation, as we pray for the Church of God in Iceland, and as we pray for the future we are entering into. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig í dag í Jesú nafni. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir þinn yndislega heilaga anda sem þú úthelt yfir kirkju þína. Þökkum fyrir gjöf lífsins, þökkum fyrir gjöf endurnýjunar, þökkum fyrir kraft, Drottinn minn, þökkum fyrir líf og þökkum fyrir meðbyrgð, Jesús minn. Og himneski Faðir, þannig vil ég lyfta upp þessari samkomu, Drottinn. Faðir, ég þakka þér fyrir þetta þarf ekki bara að vera hátíðarsamkoma, þar sem við minnumst einhver sem gerðist einu sinni. Þetta samkoma þar sem við getum upplifað hvítasunnuna enn á ný. Og himneski Faðir, ég bið að hvítasunna sé ekki eitthvað sem við bara minnumst einu sinni á ári, heldur sé það veruleiki sem við lifum í, Drottinn. Megi heilagur andi þinn blása krafti hvítasunnunar kirkju Jesú Krists á Íslandi, Drottinn minn. Við biðjum út við söfnuðin okkar, við biðjum út við landina og þjóðina, Drottinn minn, og alla söfnuði sem játa Jesú Krist á Íslandi, Drottinn minn. Og Faðir minn, í nafni Jesú, Drottinn minn, í þessum krafti og í þessari fullvissu að þú starfar í dag, þannig lyftum við upp bróður okkar, honum Daniel, Drottinn. Faðir minn, við lofum fyrir þjónustuna sem hann hefur innt af hendi hér á Íslandi, og við biðjum bara, Drottinn minn, viltu mæta hann núna þar sem hann Viltu styrkja hann, Drottinn, viltu hressa hann, Drottinn, viltu hjálpa honum bara, Drottinn minn, líka að varðveita alltaf gleðina, Drottinn minn, og ég bara þakka þér fyrir Jesús að líf þitt í honum, Drottinn, að hann lifir í þér og hann vitnisburður þig með lífi sínu, bara með fasi sínu, með ljómanum í augum sínu, Drottinn minn, og ég bara biðjum að þú blessir hann og þú blessir fjölskyldans og þú blessir afkomendur hans, Drottinn minn. Og þannig biðjum blessu þína líka yfir okkur sem hér Drottinn minn. Hjálpa okkur, Drottinn minn, að vera vitnisburður þig sama hvar við komum. Drottinn minn, að vera fús að gefa þér líf okkar í þjónustu við þig. Og Drottinn minn, alveg eins og við höfum svona fyrirmyndir, fólk sem hefur gefið líf sitt í þjónustu, mættum við sjá marga fylgja í kjölfari, Drottinn minn. Mættum margir úr þessum söfnuði finna köllun og hlýða þeirri köllun, Drottinn, og leggja líf sitt, Drottinn minn, í þjónustu við þig, fyrir ríkið þitt, fyrir nafnið þitt, Drottinn minn. Þannig biðjum blessun þína, meðbyrðin, Drottinn, og velvilja á allan hátt. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Og þá vil ég biðja ritningarlesarana að koma til mín. So those of you that I've asked to come and read Bible readings today, if you could come and join me here on the platform.
Það verða mörg tungumál. Við byrjum í Gamla testamentinu og förum svo gegnum það nýja. We'll start with an Old Testament reading and then we'll move into the New Testament. Og þau lesa bara eitt af öðru, engar kynningar og ekkert, og textin kemur fyrir aftur þau. So they will be reading one by one. So they will not introduce themselves, they will just, the name of the language they are reading in will come on the screen, and the text will appear in English and Icelandic. And I'm going to have to set you up in the order. So you are first, and then you are next. So you are Joel, you are Acts 1, so Bing, you are here, and you are here. Wonderful. Yndislegt, þetta gekk. So this all worked out. So we have a slideshow that will come up, and I'll just give you the microphone if you could wait 5 seconds. Okay. Joel 2:28-29. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang iyong mga anak na lalaki at babae ay mangangahuhula, ang inyong mga matanda at magsisipa naginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay magkakakita ng mga pangitain. At sa mga likod ng mga lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ng aking espiritu. Acts 1, sounds like Icelandic actually. Activated talen där av spirit närmare att tänka through. August beten om menen och läser dem August i Judea och Samaria. August och då vän och då hakta Jesu adia. Acts 2, sorry. Acts 2:1-4。五旬节到了，门徒都聚在一处。忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人的头上，他们就都被圣灵充满。按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。Okay, gonna read Acts 2:38-39. Okay, we're gonna read Acts 2:38-39. In Swahili. Petro akawajibu, tubuni muache dhambi na katika kila mmoja wenu abatizwe katika jina la Yesu Kristo, ili msamehewe dhambi zenu, nanyi mpokee zawadi ya Roho Mtakatifu. Kwa namna ahadi hii ilitolewa na Mungu kwa ajili yenu na watoto wenu na wale wote walio nchini za mbali, na kila mtu ambaye Bwana Mungu wetu anamwita kwake. Amen.
I'm reading from Luke 11 to 13. Only of a man. Weda ne obolari amiewe oseloye. Ole ye ukuta woke. Eyele omene kpele eri mie oseloye. Ole ye olodeka wo oke. Eyele omene ekpele ikoko mie oseloye. Ole ye akpakpasimaga woke. Fikirotio yena. Ose awale oboju ogone awale ne obo agona oma awale fikire kobokubo manikbe mie ose awale oboju oloke awale. Amen. Thank you so much. Í opinberunarbókinni talað að sérhver tunga, kynkvísl og þjóð muni koma saman og lofa Jesú og það trúi ég við sem við upplifa í dag. In the book of Revelation we read how every nation, tongue and tribe will come together and worship the name of Jesus. And we have had a glimpse of that today and it is so beautiful. Og til að kannski glöggva, fyrsta tungumáli sem við heyrðum var Tagalog sem við talaði á Filippseyjum, svo kom írska gelískt tungumál sem er talað þar og lifandi. Svo heyrðum við mandarín kínversku frá Kína. Síðan var það Swahili sem frá Austur-Afríku og svo Orubo sem frá suðurhluta Nígeríu. So the languages we heard Tagalog from the Philippines, we heard Gaelic or Irish from Ireland, we heard Mandarin Chinese, we heard Swahili from Eastern Africa and Yoruba from southern Nigeria. So it's wonderful that we are one in Christ. Við erum öll eitt í Kristi. Amen. Ég ætla að segja aðeins frá því sem framöndan. Vilt þú gera það, Hafliði? Já, bara þeir sem taka skýrni, þeir fylgjum svan núna, hérna inni. Og kannski segja það ensku líka. And those of you that are here to be baptized, if you could come and follow Swan the baptizer to the door. Bara örlítið af því sem framöndan að og búin að minna á varandi sumarmótið síðustu helgina í júní. Þið mér fá okkur sæti, gjörðu svo vel. You may have seen it. Það bara tólka þig. Það svo lítið að tækjum til. Okay. Minna á sumarmótið í lok júní. We want to remind you of the summer conference in the end of June. Og það hægt að kaupa rútuferð ef nógu margir fást. Það kostar 10.000 krónur. En það þarf að láta skrá sig sem fyrst í kirkjunni hérna á skrifstofunni. If we have enough people, we'll have a bus going from the church to there. It will cost 10,000 krónur, so please let us know if you're interested. Á föstudaginn kemur krakkafjör fyrir þriðja bekk og upp úr. Það byrjar klukkan 17, klukkan 5. This coming Friday we'll have like a fun day for kids from kids aged third class and up from klukkan 5. Já. From 5 o'clock. So they can come together here in the church cafeteria. Og það verða sem sagt veitingar líka, einhver svona nettar og skemmtilega veitingar. And there will be some fun refreshments for them to be nourished. Og laugardaginn kemur klukkan 8 sálmakvöld hérna í kirkjunni. This coming Saturday at 8 o'clock there will be a hymn evening here in church. Og síðan, Óskar, þú kannski segja frá miðvikudeginum. Hann alveg risastór. Þetta í síðasta sinni sem ég ætla að segja ykkur frá þessu. This is the last time I'm telling you this. Og ekki klikka núna. And don't miss it. Á miðvikudaginn kemur ætlum við að heiðra minningu Andrew Crouch og hér verða stórtónleikar, tvöfalt stærri kórin hér so og stóri hljómsveit. This coming Wednesday we're going to be honoring the memory of Andre Crouch. And there will be til nokkri miðar ennþá eftir mér til mikla furðu, þá ennþá til miðar. Við erum fjölmörg inni sem eigum eftir að koma miðar þannig að eftir tækifæri. 4.900 krónur miðin. And to my amazement we still have a few tickets left. So if you're here today and you would like to secure a ticket, they will be available downstairs after the service at 4,900 krónur. Ekki koma eftir og segja, þú hefðir átt að láta mig vita af þessu, því ég er búin að því núna. Mætið þið. So after the concert you can't tell me, you should have let me know. I'm telling you now. Wonderful. Okay, afkom. And og að lokum þá tökum við fórn, þar sem 2 eða 3 saman komnir, þar tökum við fórn. Að sem kristi fólk þá trúum við því að það sé mjög mikilvægt að vera gefandi. Að læra örlæti og bara iðka örlæti eins og Jesús og eins og Faðir okkar í himnum örlátur. Og það gerum við með því að taka fórn. Fórnin sem við tökum hér í dag, hún fer í að reka áfram starfið, að við boðum fagnaðarerindið sem flestum og getum unnið sem best.
og kirkjan við, kirkjuna eigum við saman, kirkjuna rekum við sjálf. Þannig að nú tekjum fórn, ef þú ert gestur eftir í fyrsta skipti, þá þetta ekki skylda, þetta ekki skattur sem þetta borga, ekki enn einn, þið frjálst að láta baukið fram hjá þið fara. En ef þú ert í dag og hefur aldrei prófað að gefa, þá hvet ég til þess að prófa það. Það mjög frelsandi og það yndislegt að vera þáttakandi. So now we're going to gather the offering. As Christians, we believe that giving is very important. Generosity is a Christian virtue. If you're here for the first time, do not feel any pressure. It's not obligatory. But also, if you've never tried giving, I recommend trying it. It is very freeing, and it is a wonderful thing to be a giver. So God bless you as you give. There will be buckets coming through the pews, and there's a card machine in the back if you don't have cash. Ef þið ekki með reiðufjár, þá kortavél hérna aftast, sem virkar svo sem alla samkomuna ef röðin oflöng núna. Skilaboð frá Berglindi hérna. Ef þú heitir gestur, þá ertu ekki undan þegin. Það taka fórnina. En við ætlum að syngja sál sem heitir Ef þú þráir andans blessun. Og það fjallar eins og öll lögin hér í dag þessar nervur og þrá og löngun eftir heilugum anda. Enski textinn blandar annarri sögu inn í. Það er sagan ekkjunu sem kom til Elíu og sagðist ekkert eiga. Og nú ætlum hann bara að fara að deyja þegar olían væri búin. Og hann sagði safnaðu saman kerjum og svo byggjum við að Guð fylli á kerin. Og enski textinn heitir Bring your vessels. En við syngjum Ef þú þráir andans blessun. Væri sælu himnafrið og Guðs miklu ástarnól. Varpa þér í föðurfaðminn sem þér blasir við. Kom til Jesú, kom þú fljótt. Hann mun fylla þig með alelulegum anda. Jesus kallar, kom til mín, kraftur minn og náði þín. Hann mun fylla þig með alelulegum anda. Þetta Guð á góðu Guð. Ef þú þráir hjartans helgur, hreinsur öllum syndum frá, krjúpa fótum frelsarans. Eilíft líf og andans kraftur yfir þig mun streyma þá, og þig ljómar auðlíkt hrans. Hann mun fylla þig með alelulegum anda. Jesus kallar, kom til mín, kraftur minn og náði þín. Hann mun fylla þig með alelulegum anda. Þetta Guð á góðu Guð. Ef þú þráir eld af hæðum, eilíft ljós sem stöðu skín, bið þú Guð sem barn í trú. Drottinn Jesus orð sín efni, elskar hans og náði þín. Kom á hönd að náðans trú. Hann mun fylla þig með alelulegum anda. Jesus kallar, kom til mín, kraftur minn og náði þín. Hann mun fylla þig með alelulegum anda. Þetta Guð á góðu Guð. Hann mun fylla þig með alelulegum anda. Jesus kallar, kom til mín, kraftur minn og náði þín. Hann mun fylla þig með alelulegum anda. Þetta Guð á góðu Og þá ætlum við að biðja skírþegana að koma hérna fram. Og þegar skírnin búin, þá byrja sem sagt barnakirkjan, bara svo við vitum það varðandi börnin. Skírn stórt skref fyrir kristið fólk. Þetta hlýðniskref sem við tökum að fyrirmynd Jesú Krist. Jesús sagði okkur að fara allan heim og gera okkar lærisveinum og skýra það. Og hann segir, og það gerum við hér í dag. Baptism is a great step for every Christian. It's a step of obedience, part of our growing in our faith. Jesus commands us to go to all the nations, make disciples of them all, and to baptize them.
So we are obeying that command of the Lord here today. Þannig að við erum með 5 einstaklinga, ólíkum aldri, ólíkum bakgrunni, sem hafa öll fengið að mæta sama Jesú og vilja fylgja honum í dag. We have 5 different individuals here, different age spans, different backgrounds, but they have all one thing in common, that they have met with Jesus and want to follow him. Og ætla að taka skýrt í dag. Þannig ég ætla að spyrja ykkur eitt og sérhvert bara hvað þið heitið og af hverju þið viljið taka skýrt. So I'm going to ask every one of you just your name and why you want to be baptized. Þannig að, og byrjum bara á þér. Ég heiti Karin og ætla að taka skýrt til að fylgja Jesú. Já, ég heiti Kristjana og ég ætla að taka skýrt því ég vil ganga á Guðs vegum. Ég heiti Gestheiður Fjóla og ég vil þjóna Guði og gefa honum vilja mitt og líf. I am Emilia and I'm getting baptized because I found peace in Christ. Ég heiti Jóhannes og mig langar að nálgast Guði. Amen. Amen. Yndislegt. Og með fylgja Svani til Laugar. Samkvæmt skýru boði Drottins, þinni eigin trú og játningu, þá skýri ég þig til Jesú Krist í nafni Föðurins, Sonarins og Heilags Anda. Samkvæmt skýru boði Drottins, þinni eigin trú og játningu, þá skýri ég þig til Jesú Krist í nafni Föðurins, Sonarins og Heilags Anda. Drottins, þinni eigin trú og játningu, þá skýri ég þig til Jesú Krist í nafni Föðurins, Sonarins og Heilags Anda. Samkvæmt skýru boði Drottins, þinni eigin trú og játningu, þá skýri ég þig til Jesú Krist í nafni Föðurins, Sonarins og Heilags Anda. Samkvæmt skýru boði Drottins, þinni eigin trú og játningu, þá skýri ég þig til Jesú Krist í nafni Föðurins, Sonarins og Heilags Anda. Frelsaranum
Þakka þér, elsku Jesús, þakka þér fyrir þessi systkini sem hafa tekið við þér og vilja hlýða þér og þjóna þér á þennan hátt, elsku Jesús. Ég bið að gefa þau náð, Drottinn minn, til að vaxa í trú og trausta þig, elsku Jesús minn. Og ég bið að fylla þau með heilugum anda. Varveita þau í trún á þig, elsku Jesús. Fel þau í hendur þínar, í þínu heilaga nafni. Amen. Amen. Við skulum standa á fætur, það er komið tími fyrir börnin að fara í barnakirkjuna og við ætlum að halda áfram að syngja og við erum með frábær, góð systkini úr Alþjóðakirkjunni sem ætla að syngja. Ef þið kunnið sönginn þá birtist hann hérna bæði á spænsku eða portugalsku og ensku og það verður þess að tvö tungumál sem eru notuð í næstu tveimur lögum. Þau heita Nathanael og Tamise og við skulum bjóða þau velkomin. Good morning. Good morning. Yeah. Yes, yeah, okay. Golden blessed Diane. It's a pleasure to be here this morning. Gaman að vera hér í dag. And we're going to sing first song in Spanish. It's not our mother tongue because we speak Portuguese. Við ætlum að syngja söng I think we'll be okay. Við ætlum að syngja söng á spænsku sem er ekki móðutungun okkar, við erum frá Portugal. And we are singing Our Father. Og við syngjum Faðir vorið. vorið. Pray. I think that you know and you can join us singing. Ef þið kunnið þetta, takið þátt og syngið með okkur. It will be in English. That's the show. Enski textin kemur upp líka. And then after we sing in Portuguese, Open My Eyes, I think you know you og can svo join ætlum við að us. syngja annan kór eða annan lag sem heitir Opnaðu augu mín, Open My Eyes. Svo við tökum undir, við byrjum bara leið og við lærum textan ef þið kunnið ekki. Padre nuestro, de
es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo es el reino. Aleluya. Es la gloria por siempre. Amén. Tuyo, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Que el cielo venga. Let heaven come. Let heaven come. Yes, Jesus. Let heaven come. Holy Spirit. Let heaven come. Let heaven come. Let heaven come. Let heaven come. Yours is the kingdom. Hallelujah. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory forever. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salvaste a minha alma. Eu te adoro porque só tu és Deus. Grande amor abriu caminho pra ti. Poderei esquecer o momento que em fé confessei meu pecado, tu morrestes vazio. Acredito em tudo que dizes, meu Deus Pai, de coração eu canto. Abre os meus olhos, eu quero ver tua glória, Deus. E o meu coração só quer estar perto, mais perto de ti. Eu só quero estar mais perto de ti.
sing together. Open my eyes. Open my eyes. I want to see your glory. Your glory, Lord. Open my heart. I want to see closer, closer to you. Open my eyes. I want to see your glory, your glory, Lord. And open my heart. I want to be closer, closer to you. Open my eyes. Oh, Jesus, I want to see Holy Spirit, your glory, Lord. I open my heart. I want to be closer, closer to you. Amen. Hallelujah. Áður en Mike kemur upp, þá ætlum við að syngja öll saman. Nú ætlum við að bjóða þeim að syngja með okkur. We need you, Lord, right now.
Halleluja, halleluja. Og við lyftum þínu nafn. Halleluja. Við lofum þitt nafn. Halleluja. Halleluja, halleluja. Amen. Halleluja. Blessa þitt nafn, Drottinn Jesus. Halleluja. Halleluja, halleluja. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Vertu kjör, standu. Guð ekki búinn. Before I share the message with you that God has laid on my heart, I want you to do something for me Þá vil ég biðja ykkur að gera svolítið fyrir mig and for you. og fyrir ykkur. They're singing this song, We Need You, Lord. Við syngjum þetta lag Ég þarfnast þín. But the Icelandic says, I need you, Lord. Íslenska þýðingin segir Ég þarfnast þín. How many of you need the Lord this morning? Hversu margir þetta þurfa á Guð að halda í dag? You know, the Bible tells us that where 2 or 3 are gathered together, He is with us. Biblía segir eitthvað sem 2 eða 3 eru saman komnir þar Hann mitt á meðal. He, Almighty God, is with us. Hann almáttugur Guð á með okkar. He, Almighty God, is with us. Hann almáttugur Guð með okkur. I want you to take your finger, hold your finger like this, your right hand finger. And I want you to do this. Og gerið þið svona. Just do this. Just do this. Gerið Okay. Now you've drawn a circle. Nú höfum við gert ring. You've drawn a circle in the heaven. Nú höfum við dreigð ring á himinin. I want you to lift your hands up through that circle and say, Lord, pour on me your blessings. Pour on me through that circle. Ring og sagði, Drottinn, úthaltu hér. This is my space. Þetta minn staður. This is my space. Hér ég. And I need you, Lord. Og ég þarfnast þín. Woo! I need the Lord. Ég þarfnast Drottins. I need him more today than yesterday. Ég þarfnast þess meir í dag And we're en going í to need gær. him more tomorrow than we do today. Og við þörfnast þess meira morgun en í dag. Because the enemy is working overtime. Því að óvinnurinn að vinna You got your yfirvinnu. circle. Now as we sing it, I need you, Lord. Við erum búin að tekna ringin og nú Just sem við lift your hands syngjum. up and say, I need you, Lord. Réttu I hönd og need segðu, you. ég þarfnast þín, Drottinn. I need you. Ég þarfnast þín. Woo! Hallelujah. I need you, Lord, right now. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. I lift my hands and bow my knees and worship at your throne. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. Þarfnast þín, ég þarfnast þín í dag. Ég þarfnast þín, ég þarfnast þín í dag. Ég lyfti hönd og beygi kné og tilbið aðeins þig. Ég þarfnast þín í dag. Give the Lord a hand. Amen. Give him a good clap. Hallelujah. Hann með þér. Hann með okkur. Amen. He's with Hallelujah. us. Gjörðu svo vel, fáðu þetta. Please be seated. Oh, hallelujah. Hallelujah. This is the little taste of heaven. Þetta bókstaflega bragð af himnum. I mean, every tribe, every tongue. Sérhver tungumál, allar kynkvíslir. Just think about it. From the 4 corners of the earth, we have heard the scriptures read. Heyrt ritningarnar lesnar á málum frá 4 hornum veraldarinnar. Africa, frá Afríku, Latin America, China. Við höfum heyrt frá Suður-Ameríku, frá Kína, Europe, Evrópu. Whew. If you're uncomfortable with this, Ef þið finnst þetta óþægilegt, if you're uncomfortable lifting your hands and praising God,
Ef þið finnst óþægilegt að lyfta upp höndum þínum og lofa Guð, you're going to be real uncomfortable in heaven. Þá mun himinn vera þér mjög erfiður. You are going to be Get used to it. Við skulum bara venjast þessu strax. Enjoy it. Njóttu þess. We watched a little bit of Eurovision last night. Við horfðum pínlítið á Eurovision í Well, gær. actually, we watched the whole thing. Ég horfði reyndar á allt saman. I was not going to watch the whole thing. Ég ætlaði ekki að gera það. But it was exciting. Það var spennandi. I mean, the lights and it was amazing. Ljósin og allt, þetta var ótrúleg sýning. And I thought, that's what heaven's going to be like. Ég sem svona verður himinin. I mean, people flying in and fólk flaug inn á sviðið. Angels flying around. Og alls konar englar þarna út allt. People just worshiping. Fólk að tilbiðja. They were worshiping the wrong stuff, but They voru reyndar að tilbiðja svona í ranga átt. Habakkuk. He says these words in chapter 3. Segir í 3. kafla. Lord, I have heard of your fame. Drottin, ég hef heyrt orðstír þinn. I stand in awe of your deeds. Mér stafar ógn af afrekum þínum. Repeat them in our day. Endur taktu þau nú á þessum árum. In our time, make them known. Já, opinberaðu þau á þessum árum. Sheila and I have been in ministry for 40 years. Ég og Sheila höfum verið í þjónustu í 40 ár. A long time. Það er langur tími. We've seen a lot of stuff. Og við höfum séð ýmislegt. I mean, we've seen just about everything there is to see in the kingdom of God. Og við höfum séð næstu allt sem hægt að sjá í Guðs ríkinu. We have been through so many waves that have crashed on the shore and on the church. Við höfum séð svo margar bylgjurnar brotna á kirkjunni og á ströndinni. We have seen miracles and demons cast out, and we have experienced, and we've done it ourselves. God has used us. Og við fengið að sjá kraftaverk, við fengið að sjá illa andar rekna út og við fengið að vera notið í þessum hlutum sjálf. But he wants to do more. En Guð vill gera meira. God wants to do more in our world, in our lives, in our homes, in our families. Guð vill gera meira í heiminum okkar, í lífum okkar og á heimilum okkar. Sheila and I have spread the gospel and pastored for 15 years and been in missions now for 25 years. Við Sheila vorum fósturhjón í 15 ár og nú höfum við verið í trúboði í 20 ár. We've had the privilege of traveling the world. Og við höfum fengið að njóta þeirra forréttinda að ferðast allan heim. Just last night there was a little country called San Marino. Og í gæra það var landakeppa sem heitir San Marino. It's a tiny little, just a spot on the earth. Þetta pínu lítið punktur á jörðinni. And we had the opportunity to go 2 years ago, but we didn't go. Og fyrir 2 árum fengum við tækifæri til að fara þangað en við fórum ekki. We thought, it's just we were tired and we just wanted to rest. Við vorum þreytt og okkur langaði bara að hvíla okkur. And Sheila said, we should have gone there. Og Sheila sagði, við hefðum átt að fara þangað. I could have put another pin on the map of where I've been. Ég hef getað bætt svona öðrum títiprun á kortið hvar ég hef komið. Sometimes we get tired of traveling and going and running. Og stundum verðum við þreytt að því að ferðast og vera á þönum. But when we travel and when we go, we see so many wonderful things and meet so many wonderful people. En þegar við ferðumst þá hittum við svo mikið af yndislegu fólki og sjáum svo margt yndislegt. And we hear so many wonderful stories of what God is doing in people's lives. Og við heyrum svo spennandi sögur hvað Guð að gera í lífum fólks. As we listen to your stories, we see and hear and feel what God is doing in your lives. Og þegar við heyrum ykkar sögur þá sjáum við og finnum hvað Guð að gera í lífum ykkar. As I sit here in this church week after week, og það sem ég siti í þessari kirkju viku eftir viku, and I listen to our pastors preach and share and I see what God is doing in your lives, I rejoice. Og þegar ég sé forstöðumenn að predika og ég heyri þá deila hvað Guð að gera, þá fagna ég. I am so blessed to sit under the ministry of young men like this that God has called into ministry. Og það gleður mig að sitja undir þjónustu ungra manna sem Guð hefur kallað í þjónustu. That have a gift to share with us the words of God. Sem hafa þá gjöf að deila með okkur orðum Guðs. I'm getting old and getting ready to step aside. Ég að komast á aldur og fer bráðum að hætta. But I'm so glad that God is raising up a new generation of young people that will take a hold of the plow and plow further. Og ég svo þakkláttur að Guð sé að reisa upp unga kynslóð sem að leggur hönd á plóginn og plægir áfram. I am excited about the future. Ég spenntur fyrir framtíðinni. But I also look around and I see that we have problems in our nation. En svo svipast og ég sé líka vandamál blasa við. We get thousands of prayer requests at Linden every year. Við fáum þúsundir bænarefna inn á Lind á hverju einasta ári.
People crying for their families, their children, for their grandchildren, for those that have gone the wrong way. Fólk rætur yfir fjölskyldu sinni, yfir börnum og barnabörnum og þeim sem hafa farið afvega. But God has not forsaken them. Guð hefur ekki yfirgefið þau. God has not turned his back on our nation. Guð hefur ekki snúið baki við þjóðinni. He's not turned his back on you. Hann hefur ekki snúið baki við þér. He sees where you are. Hann sér þig þar sem þú ert. And he wants to do something in your life. Og hann vil gera eitthvað í þínu lífi. That's why Jesus came into the world. Þess vegna kom Jesus í heiminn. Jesus came and walked among men so he could feel and experience what you are going through every day. Jesus kom og gekk á meðal manna svo hann geti upplifað og fundið og vita hvernig er að vera við. The Bible tells me that God sent Jesus so he could walk among us and feel for us as God never could. Og Biblían segir okkur að Jesus hafi komið og gengið á meðal okkur svo hann geti skilið okkur eins og engin annar. Jesus, he was tempted and tried and pushed and everything that the same as you are. Og Jesus hann var reyndur og hann var freistað á alla vegu eins og okkur. But he was different. En hann var frábrugðinn. He knew God. Hann þekkti Guð. He knew the Father. Hann þekkti Föðurinn. He knew the Holy Spirit. Hann þekkti heilagan anda. The Spirit that moved on the waters in the beginning when everything was being created. Andan sem sveif yfir vötnunum þegar allt var skapað. The Spirit that came down and moved on the prophets and the men like Moses and Joshua and Aaron and all those and spoke to the people. Anda sem kom og starfaði gegnum spámennaborð við Móse og Samúel og talaði til fólksins. And Jesus said in John, og Jesus segir í Jóhannesar Guðspjalli, I've come to the earth. Ég hef komið til jarðar. I've walked among you. Ég hef gengið á meðal I've ykkar. experienced everything that you experienced. Ég hef upplifað það sem þið hafið upplifað. I'm going to die. Og ég mun deyja. And I'm going back to heaven. Og síðan fer ég til himna. But when I get there, en þegar ég kem þangað, I'm going to ask the Father to send one to stand with you and to be in you. Þá mun ég biðja Föðurinn að senda eitthvað sem stendur með ykkur. Not just to be with you. Og sem verður í ykkur, ekki bara með ykkur. But to be in you. Hann verður í ykkur. He's here. Og hann hér. He's with us. Hann með okkur. He's helping us. Og hann hjálpar okkur. The comforter, the helper, the guide, the teacher, whatever you want to call him. Huggarinn, hjálparinn, leiðbeinandinn, kennarinn, hvaða nafni sem við nefnum hann. He's with us. Hann með okkur. In the book of Acts chapter 4. Í Postulasögunni 4. kafla. Let me turn over there. Og skulum fletta þangað. I love this. Og þetta, ég elska þetta. It says the whole story, Peter had just gone to the gate and healed a lame man, and they were called before the religious people. Og Pétur og Jóhannes hefur læknað lamamann og hefur kallaðir fram fyrir trúarlega fólkið. The Sadducees and the Pharisees and all the really smart ones. Saddúkeirnir og fariseirnir og allt þetta klára fólk. And it says in verse 13, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished. Og það segir í 13. versi, þegar ráðsherrarnir sáu djörfung Pétur og Jóhannesar og skildu þeir voru ekki lærðir heldur óbrotnir alþýðumenn undruðust þeir. And they took note that these men had been with Jesus. Og þeir könnuðust og við að þeir höfðu verið með Jesú. And then they saw the man that was healed and he's standing there with them. Og svo sáu þeir læknaða manni standa þarna með þeim. And it says they couldn't deny what had happened. Þeir gátu ekki afmynda því sem hafði gerst. But then in verse 18 it says, and then they called to them again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. Og sen segir í 18. versi að þeir hafi kölluðu fyrir og skipið þeim að hætta með öllu að tala í Jesú nafni. But Peter and John answered them, which is right in God's eyes, to listen to you or to him? You be the judge. Pétur og Jóhannes svöruðu dæmið sjálfur hvort það sé rétt í augum Guðs að hlýðnast ykkur fremur en honum. As for us, en við, we cannot help speaking about what we have seen and heard. Við getum ekki annað en tala það sem við höfum séð og heyrt. These were ordinary men. Venjulegi menn. Standing before the educated, the authorities in the land that had the power of life and death. Sem stóðu frammi fyrir þessum menntuðu mönnum sem voru valdaklíkar menn sem höfðu valdið yfir líf og dauða. And they're saying to them, shut up. Og þeir að segja þeim, þegið. Þegið. Just shut up. Bara þegið. Don't speak like that. Talið ekki svona. Don't use the name of Jesus. Notið ekki nafni Jesús. But then Peter and John just said,
We can't share with you anything except what we know and what we've heard. Og þeir segja við getum ekki annað en tala það sem við höfum séð og heyrt. What is it that they knew and what is it they heard? Hvað var það sem þeir vissu og hvað var það sem þeir höfðu heyrt? They knew Jesus was alive. Þeir vissu að Jesús lifði. They knew he was alive. Þeir vissu að Jesús var á lífi. They had seen him, they had ate with him, they had touched him. Þeir höfðu séð hann, þeir höfðu borðað með honum, þeir höfðu snert hann. They saw him go up. Þeir sá hann stíga upp. They had been in the upper room. Þeir höfðu verið í loftstofunni. They had received the power of the Holy Ghost. Þeir höfðu meðtekið kraft heilags anda. On the day of Pentecost. Á hvítasunnudag. A day just like today. Á degi alveg eins og í dag. Just like today. Alveg eins og í dag. Just like today. Alveg eins dagur og í dag. They had been in the upper room and said, Lord, pour it on us. Þeir höfðu verið í loftstofunni og sagt, Drottin, útheltu andan þínum. Give us that power that you promised us. Gef okkur þennan kraft sem þú hérst okkur. Give us the anointing that we need to stand in this wicked, cruel world. Gef okkur smurninguna sem við þurfum á að halda til að standast í þessum illa spillta heimi. It came like that. Og svona kom andinn yfir þá. Like that. Svona. Lord, do it again. Drottin gerði það á ný. Lord, do it again. Drottin gerði það á ný. Lord, do it again. Drottin gerði það á ný. We need you, Lord. Við þörfnumst þín. I need you. Ég þarfnast þín. I am a sinful man without Jesus. Án Jesú Krists ég syndugur maður. I am a mean, ornery varmint without the Holy Ghost in my life. Ég bara illa innrætt kvikindi án heilags anda í lífi mínu. But I know him. En ég þekki hann. I know him. Ég þekki hann. He's touched me. Hann hefur snert mig. 45 years ago. Fyrir 45 árum. One night. Eitt kvöld. He came into my life. Þá kom hann inn í lífið mitt. Jesus, the Holy Ghost, the power of God. Jesús kraftur heilags anda. Came into my life. Kom inn í líf mitt. Uneducated, mean, cruel, ornery, stupid man. Var ómenntaður, nýkominn úr hernum, grimmur, heimskur maður. A drunk. Ég var fylleraftur. A fornicator. Ég var söllunismadur. Ég var ligari. A thief. A cheat. A deceiver. Ég var sá sem blekkti. I was all of that. Allt þetta. But God came in. En Guð kom inn. And he set me free. Og hann leysti mig. Like that. Svona. Like that. Svona. I'm excited about this. Ég spenntur yfir þessu. I've been praying for over a month. Ég hef það biðjað meira mánuð. Oh God, do it again. Guð gerði það á ný. Do it again. Gerðu það á ný. Touch your church. Snertu kirkju þína. Touch your people. Snertu þitt fólk. Pour out your power. Útheltu krafti þínum. Fill us with the fruit. Fyllt okkur ávexti þínum. The love, the joy, the peace, the gentleness, the goodness, the meekness, the self-control. Gleði, frið og fögnuði og sjálfsaga. I can't share anything else. Ég geti engu öðru deilt. He touched me. Hann He snerti changed mig. my life. Hann breytti mínu lífi. Oh, he gave me a new song. Hann gaf mér nýjan söng. I used to sing all kinds of crazy stuff. Ég söng alls konar vitleysu. I wanted to be Elvis Presley. Ég vildi vera Elvis. I'm all shook up. I wanted to be Ricky Nelson. Ég vildi vera eins og Ricky Nelson. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I saw that. Now, I sing a new song. Nú syng ég nýjan söng. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. In the midst of my trouble. Mitt í erfiðleikum mínum. In the midst of my doubts and my fears and all of the things that happen in life. Þegar ég upplifi efa eða ótta eða hvað sem kann að henda mig í lífinu. I can lift my hands. Ég get hafið upp hendur And I mínar. can cry out to the one that I know. Og ég get hrópa til hann sem ég þekki. I need you, Lord. Ég þarfnast þín. I need you, Lord. Ég þarfnast right þín now. í dag. And he comes. Og þá kemur hann. In the book of Acts, we read the story of Paul and Silas. Í
Í Póstlasögunni lesum við Pál og Sílas. They were in jail for preaching the gospel. Þeir voru í fangelsi fyrir að predika fagnaðarerindið. I had a dream about 2 weeks ago. Og mér dreymdi fyrir hálfum mánuði. And I was preaching. Ég var að predika. Right now. Hér. On this Sunday. I've been preparing for this for weeks. Ég var að biðja fyrir þessum sunnudegi marga vikur. And I had this dream that God's power came. I mean, it came through this place like it just turned everything upside down. Og í draumnum það kemur kraftur Guðs og hann bara snýr öll á hvolf. And in the dream, the week after, og í draumnum það gerast það viku seinna, I was arrested. Þá var ég handtekinn. Because I had preached some things. I'm not going to preach them today. Ég hafði predikað ýmislegt sem ég ætla ekki að predika í dag. But I mean, I was preaching on sin. Ég var að predika synd. I was laying it out. Og ég var bara algjörlega að leggja þetta allt á borðið. The Bible tells us there are some things that are sin. Biblían segir eitthvað sumt sé bara synd. And Paul said, I am the chief of sinners. Og Páll segir að ég mestur syndara. Without the Holy Ghost, we're all sinners. Well, we're still sinners without God. Án Guðs, án heilags anda, þá erum við algjörlega syndara. All have sinned. Allir hafa syndgað. And come short of the glory of God. Og skortir Guðs dýrð. But that's not God's plan. En það ekki Guðs áætlun. But anyways, I was arrested. En hvað sem því líður, þá var ég handtekinn. And they said to me, you want a lawyer? Og þeir spurðu mig, viltu lögfræðing? You know, I know a couple of lawyers. Ég þekki nokkra lögfræðinga. And I said, I don't need no lawyer. Og ég sagði, ég þarf ekki lögfræðing. I got the Holy Ghost. Ég hef heilagan anda. Paul and Silas were locked up in jail because they had been preaching the gospel. They brought before the authorities. Páll og Sílas voru í fangelsi, þeir voru predika fagnaðarerindið og voru lögsóttir. They were in jail in the dark, deep down. I've been there. Sheila and I went to Rome a couple of years ago. We went down into that hole where they were at. Og þeir voru djúpt í fangelsi. Við höfum komið á svona stað, vorum í Róm og við fórum úr svona kjallara fangelsi. It was not nice. Ekki viðkunnulegu staður. And they cleaned it all up. Og nú búið að reynsa þetta allt saman. They put pictures on the wall and they had lights and they had, sweet smelling candles down there to keep the smell away. Og nú búið að setja myndir og ljós og ilmkerti og svona til að gera það. But Paul and Silas, they didn't have that. En Páll og Sílas höfðu þetta ekkert slíkt. It was like a sewer hole. Þetta hefur verið eins og holræsi. And they were down in there in the dark. Og þarna voru þeir í myrkrinu. Shackled to the wall. Hlekkjaðir við vegginn. Midnight hour. Svo kemur miðnátt. You ever been in a midnight hour? Hafið maður verið vakandi á miðnætti? I mean, when it's dark around you. Þegar eru virkilega troubles are coming everywhere. Kolniða, myrkur og you don't know which way is up or down or left or right, basically. Og þú veist ekki hvað snýr upp eða niður. You can't see any hope. Þú sér enga von. You don't see any help. Þú sér enga hjálp. But in the darkness. En í myrkrinu. Because you know him. Að þú þekkir hann. You feel something inside. Þá finnur eitthvað innra með þér. It's that itchy twitchy feeling deep inside, something overwhelming that you just can't hide. Það eitthvað svona kittlandi tilfinning innra með þér, eitthvað svo þú getur ekki falið. Og það rýmar ekki á íslensku. And Paul is there and Silas is over there and he looks over and he says, hann Páll og hann Sílas og hann segir, hey, it's midnight. Það komið miðnætti. It's dark. Það dimmt. Let's sing a song. Syngjum lag. You see, God gives us the ability to witness and to share the things that we've seen and heard. Guð hefur gefið okkur getuna að vitna og segja frá því sem við séð og því sem við heyrt. The Holy Ghost gives us the power to worship as well in the midst of our troubles. Og heilar andi gefur okkur kraft til þess að tilbiðja Guð mitt í erfiðleikum okkar. In the midst of our darkness we can look up and see the light. Mitt á okkar myrkustu stund getum við litið upp og séð ljósið. In the midst of our darkness we can reach out and grab a hold of the hand of God and we know. Og mitt í myrkrinu þá getum við teikt út höndina og tekið í Guðs hönd og við vitum that he can lead us out. Að hann getur leitt okkur út. And Paul says, let's sing a song. Og Páll segir, við skulum syngja lag. And it wasn't just a quiet song. Og þetta var ekki bara eitthvað svona þögult lag. Because the Bible tells us that the other prisoners heard them singing. Þegar Biblía segir okkur að hinir fangarnir hafa heyrt á syngja. I don't know what they sang. Ég veit ekki hvað þeir sungu. Oscar wasn't with them, to lead them. Þarna var Oscar ekki með þeim til að leiða þá. They didn't have a guitar to sing like this lovely couple that sang a while ago. Þau voru ekki með gítar eins og hjónin sem sungu hérna áðan. They just started singing. Byrjuðu bara að syngja. They didn't have all the worship courses that we have today. Og þeir höfðu ekki jafn mörg lofgjörulegu svo við að velja úr. I don't know what they sang. Ég veit ekki hvað þeir sungu. Great is the Lord, greatly to be praised. I don't know what they sang. Ég veit ekki hvað þeir sungu.
But then they start singing even louder. En svo fóru að syngja hærra. They got singing so loud, God heard them in heaven. Svo sunguðu svo hátt að Guð á himnum heyrði. Oh, hey, that's Paul and Silas down there singing in the dark. Þetta eru Páll og Sílas að syngja í myrkrinu. Hey, you, angel. Heyrðu engill. Go down there and deal with that. Viltu ekki fara og taka á þessu vandamáli? They were set free. Og þeir voru leystir. In their darkness. Í myrkrinu. In their hopelessness. Í vonleysinu. In the middle of nobody loving them as such. Mitt í því að það væri enginn sem var að sýna sérstakann kærleika. But there were two gathered together. En þeir voru tveir saman. Would have probably been more powerful have been three. Það verið enn öflugra hefðu verið þrír. And maybe in one of the other cells there was another Christian. Og kannski var í einhver öðrum klefan og þetta kristinn maður. They don't tell us that in the Bible. Við vitum það ekki. But I think they heard it and they went, whoa, something's happening here. Fólk hafi heyrt og hugsað með sér, there's something stirring inside of me. Hér eitthvað að gerast, ég finn eitthvað bærast innra með mér. And they were set free. Og þeir voru leystir. So the Holy Ghost has come, the Holy Spirit has come on Pentecost to give us the power to witness, to share what we've seen and heard. Þegar heilar andi kom á hvítasunnudag þá gaf hann okkur kraft til að deila því sem við höfum séð og heyrt. And it's come to be a bright spot in our darkness. Og þetta verður ljóspunktur í myrkrinu. Maybe you're wrestling with something that has you bound up. Kannski þú að glíma við eitthvað í dag sem bindur þig. An addiction, alcohol or drugs or sexual addiction or some other problem. Það getur verið fíkn, hvort sem það er áfengi, fíknefni, kynlífi eða hvað annað. Maybe your world is caving in on you. Kannski upplifur að heimurinn sé að hrynja yfir þig. In your darkness. Í myrkri þínu. Lift up your face. Hafðu upp augun þín. Look up and say, Holy Spirit, touch me. Líttu upp og segðu, heilagur andi, snertu mig. Touch me in my place where I am. Snertu mig þar sem ég er. Touch me one more time, Lord. Snertu mig einu sinni enn, Drottinn. Fill my heart, fill my life, fill my soul and give me that power. Fylltu hjarta mitt, fylltu líf mitt, fylltu sál mín og gefðu mér þennan kraft. So I can go on. Svo ég geti haldið áfram. Until you come. Þar til þú kemur. Jesus knew. Jesus vissi that you and I could not live the Christian life by ourselves. Að ég og þú getum ekki lifað kristnu lífi á eigin spýtur. He knew that. Það vissi hann. But he said, I'm going to the Father. Og hann sagði, ég fer til And I'm going to ask föðurins. the Father to send you one to be with you and in you and help you and lead you and guide you and direct you. Og ég bið föðurinn að senda ykkur til að vera með ykkur, vera í ykkur, til að leiða ykkur, til að kenna ykkur og vera með ykkur. Go and wait in the upper room. Farið og bíðið í loftstofunni. Until you get it. Þar til að þið meðtakið hann. And they were there 10 days. Og þar voru þau 10 daga. It came. Þannig kom andinn. It came. And they were changed. Og þeir breyttust. Totally, radically changed. Algjörlega breyttust. Peter stepped out on the porch. Pétur steg fram. Everybody around us said they're crazy, they're out of their mind, they're drunk. Og fólki í kringu sagði þeir eru bara eitthvað bilar, það er eitthvað að þeim, þau hljóta að vera drukkin. And Peter stepped out and said, let me tell you what I know. Og Pétur steg fram og sagði, ég skal segja ykkur það sem ég veit. He wasn't a theologian. Hann var ekki guðfræðingur. He didn't know a whole lot about the laws and all of that stuff. He knew the Jewish law. Og hann þekkti ekki alla lögfræðina, hann þekkti lögmálið í Biblíunni. But he witnessed, he testified, he shared what he knew. En hann vitnaði það sem hann vissi. Jesus came. Jesus kom. Jesus walked among us. Jesus gekk á meðal okkar. You guys killed him. Þið drápuð hann. But God raised him up. En Guð reist hann upp. We saw him ascend into heaven. Við sáum hann stiga til himins. What you see now is what he promised us. Og það sem þið sjá núna það sem hann lofaði. And you can have the same thing. Og þið getið eignast það líka. And 3,000 people. Og 3,000 manns. Gave their hearts to the Lord. Gáfu Drottni hjarta sitt. I gotta quit. Nú þarf ég að hætta. The children's church leaders will hang me. Annars leiðtogar barnakirkjunnar að taka mig fyrir. He gives us power to witness. Hann gefur okkur kraft til að bera vitni. He gives us power to worship. Gefur okkur kraft til að tilbiðja. And he gives us the power to wage war on the enemy. Og hann gefur okkur kraft til þess að berjast við óvinnin. Paul said the weapons we fight with are not of this world. Páll segir að vopnin sem við berjumst með ekki af þessum heimi. Jesus knew that the world would get worse and worse and worse. Jesus vissi að heimurinn myndi fara versnandi. How many of you know the world is bad out there? Og hversu margir vita að heimurinn er komið á slæman stað? Hversu mörg okkar There's vita some það? good going on. There's some good. There is. Það margt gott sem að gerast, virkilega.
But oh boy, there's a lot of bad out there. En það svo sannlega margt slæmt að And gerast it is líka. time for you and me as Christians. Og það komið tími til þess að ég og þú sem kristi fólk, It's time for the church of the living God to rise up and say, we have had enough. og það komið tími til þess að kirkja Jesú Krist standa upp og segja við fengið nóg. We're going to take back our world. Við ætlum að ná heiminum okkar aftur. We're going to take back our children and our homes and our businesses, and we're going to take back our nation. Við ætlum að ná aftur börnunum okkar og heimilum okkar, We're going fyrirtækjunum to okkar pray. og We're going þjóðun to okkar. seek the Lord. We're going to ask the Lord to do His work again, to set us free like He did the children of Israel. Og við ætlum að leita Guðs og við ætlum að knýja á og biðja Guð að leysa okkur enn á ný eins og hann gerði við sitt fólk í Biblíunni. I believe. Ég trúi. Ég trúi that today að í dag is a new day for the church. sé nýr dagur fyrir kirkjuna. It's a new day for you. Þetta nýr dagur fyrir þig. Because the Holy Spirit has stirred something in you today. Því heilagur andi hefur að hræra við einhver innra með þér. That says, I know. Svo þú upplifir þetta að þú I veitir. know my Redeemer lives. Ég veit að lausnarinn minn I lifir. know the Holy Spirit has come. Ég veit að heilagur andi hefur I komið. have felt Him. I have experienced Him. I have spoken in tongues. I have sung spiritual songs. Ég hef upplifað það, ég hef meðtekið hann, ég hef eignast tungutal, ég hef sungið andleg ljóð. I have danced in the Spirit. Ég hef dansað í andanum. I have worshipped and lifted my hands. Ég hef tilbeðið Guð og ég hef hafið upp hendur. And I felt His touch. Og ég fengi að upplifa snertingu hans. And I'm going to go out into the world. Og ég fer út í heiminn. And I'm going to share. Og ég ætla að segja frá. I'm going to testify. Ég ætla að vitna. Of what I know. Það sem ég veit. You don't have to understand it all. Og þið þurfum ekki að skilja allt saman. When I got saved. Þegar ég frelsaðist. When I got born again. Þegar ég endurfæddist. When I got recreated. Þegar ég var skapaður á ný. When my life was changed. Og þegar líf mitt breyttist. I didn't know one scripture. Þá þekkti ég ekki eitt ritningavers. Not one. Ekki eitt. I didn't even know some of the characters in the Bible. Og ég þekkti ekki einu sem var svona persónur í Biblíunni. But I knew this. En þetta vissi ég. I was a sinner. Ég var syndari. And I needed to be changed. Og ég þurfti að breytast. I was going that way and not that way. Ég stemdi niður á við en ekki upp á við. I knew that. Það vissi ég. There was something inside of me that said that. Og það var eitthvað innra með mér sem sagði mér það. And I accepted Jesus Christ. Og ég meðtók Jesú Krist. And the first verse of scripture that I learned. Og fyrsta biblíuversi sem ég lærði. King James Bible. Úr King James þýðingunni. John chapter 1 and verse 12. Jóhannes og Guðspjall 1:12 vers. To as many as received him, talking about Jesus Christ. En öllum þeim sem tóku við honum, talandi Jesú Krist. To them gave he the, in the King James it says the power. Og þeim gaf hann rétt eða í King James þýðingunni kraft. The new translations are saying the right, the privilege, which is the same. Og nýju þýðingar, já, þau tala rétt eða forréttindi. But I like that when it says it gave us the power. En mér líkar þetta að segja að hann hafi gefið okkur kraft. He gave us the power. Hann gaf okkur kraft. To become. Til þess að verða. Sons and daughters of God. Synir og dætur Guðs. He gave us the right, the privilege, the honor. Hann gaf okkur þann rétt og forréttindi þann heiður. Of being adopted into his family. Að vera meðtekinn inn í fjölskyldu hans. And with that the power of God is at your disposal. Og í gegnum það kraftur Guðs til taks fyrir okkur. He's your father. Hann faðir þinn. And he has all the power. Og hann hefur allt vald. And he can give he wants to give it to you. Og hann vill gefa þér sinn kraft. Think about it. Hugsaðu þetta. All the power. Allur krafturinn. In heaven and earth. Á himn og jörð. Woo! It's ours. Tilheyrir okkur. We just got to take it. Við þurfum að meðtaka hann. Receive it. Taka við. It's a gift. Þetta gjöf. It's the Father's privilege. It's the Father's honor to give to you. Það eru forréttindi og gleði föðurins að gefa okkur. The power to live a victorious, overcoming life. Kraftur til að lifa sigrandi, blessuðu lífi. Okay, last sentence. Then they're going to come on up here. Bara byrja lókirhópinn að koma upp. For 35 years now. Í núna 35 ár. Almost every morning when I wake up. Hef ég næstu því að hverju mótni þegar ég vakna. When my brain kicks in. Þegar heilin af mig vaknar. And my eyes aren't even open. Og augun eru ekki alveg opnuð. I say to the Father, thank you, Father, for another day. Þá segi við föðurinn, þakka þér Faðir fyrir nýjan dag. Then I say these words. Og síðan segi ég.
I am not a victim. Ég ekki fórnarlamb. I am a victor. Ég sigurvegari. I am not overcome, I am an overcomer. Ég mun ekki láta í lægra haldi, ég mun komast yfir. I cannot and will not be conquered today because I am more than a conqueror through Jesus Christ who lives in me. Ég mun ekki og get ekki lotið í lægra haldi í dag því ég meira en sigurvegari fyrir Jesú Krist sem býr í mér. I know. Ég veit. I know my Redeemer lives. Ég veit að lausnarinn minn lifir. I know the Holy Ghost lives inside of me. Ég veit að heilagur andi býr I innan know með mér. because He has changed my life. Ég veit að því hann hefur breytt lífi mínu. I am no longer what I was. Ég ekki lengur það sem ég var. I am not what I'm going to be tomorrow or the next year if I live long enough. Og ég ekki núna það sem ég verð eftir á morgun eða eftir árið eða hvað sem ég lifi lengi. But thanks be to God. En Guði sé lof. And the power of the Holy Ghost. Og krafti heilags anda. That I am what I am today. Að ég það sem ég í dag. I'm not perfect. Ég ekki fullkominn. He's still working on me. Hann enn að vinna í mér. I'm so thankful for that. Og ég svo þakklátur fyrir það. But He's done a pretty good job of working on me. Hann hefur svona staðið sig ágætlega í að vinna í mér. Between God and the Holy Spirit and Sheila, I'm not too bad. Já, fyrir það sem að Guð, heilagur andi og Sheila hafa gert, þá ég í ágætu standi. I have my moments. Ég á svona mína stundir. I do. Ég á þær. But then I say, Lord, help me. Svo segir Drottinn hjálpaðu mér. I need you. Ég þarfnast þín. Sheila says, Lord, help him. Og Sheila segir Drottinn hjálpaðu honum. I need you. Ég þarfnast þín. Hallelujah. Do it again, Lord. Gerðu það á ný, Drottinn. Pour out your power. Útheltu krafti þínum. Touch your people once again. Snertu þinn líð einu sinni enn. Renew their experience in you. Endurnýjaðu reynslu okkar með þér. Right now. Hér og nú. Right now. Hér og nú. In Jesus' name. Í Jesú nafni.
fyrirbæn hérna í hlíðarsalnum, fyrir þá sem að vilja fá fyrirbæn og hver svo sem ástæðan er. Ef þú ert hérna og þig langar til þess að upplifa þetta nána samfélag við Drottinn, komdu og fáðu einhvern til þess að biðja með þér. Ef þú ert sjúkur eða átt erfitt eða ert að ganga í gegnum erfiðan tíma, komdu inn í hlíðarsal og leyfðu þeim sem eru í fyrirbænum þjónustunni að biðja með þér. Þú ætlum að syngja þetta aðeins bara fylltu hjarta mitt og ég ætla að biðja allum að vera með og taka þátt. Við höfum eftir einhverjar mínútur af þessari samkomu, hún er að verða búin, en Drottinn er ekki búinn og þegar við förum hérðan þá hefur hann ekki lokið verki sínu. Hann heldur áfram að vinna sitt verk í lífi okkur og hjarta, fylltu hjarta með, syngjum það saman. Og fyrir þá sem er í fyrirbænum þjónustu, ef þið vildu ganga inn í hlíðarsalinn og síðan ef þið þurfið á fyrirbæni að halda. Amen, halleluja, fylltu hjarta mitt, fylltu hjarta mitt, fylltu hjarta mitt, fylltu hjarta mitt. Kom í kraftur þinn, kom í kraftur þinn, kom í kraftur þinn, kom í kraftur Það er komið að lokum útsendingarinnar frá Fíladelfíu í dag. Á hvítasunnudag þá minnumst við þess þegar heilugum anda var úttelt yfir kirkjuna og kirkjan varð aldrei söm. Það er oft talað að kirkjan hafi verið stofnuð á hvítasunnudag. Heilagur andi breytir öllu. Heilagur andi breyti öllu fyrir mig og heilagur andi hefur breytt svo miklu fyrir þessa kirkju. Og við væntum þess eina ferðina enn að Guð úttelli heilugum anda yfir kirkju sína. Komdu í kirkju næstu sunnudaga. Vertu með þegar sú stund rennur upp að heilugum anda verður hellt hér yfir kirkjuna, ekki missa af því. Guð hefur ennþá áætlun með þig, hvar svo sem þú ert stattur eða stödd í þínu trúarlífi, hvort sem þú ert að stíga fyrstu skrefin þín eða hefur gengið með Guði lengi. Guð hefur ennþá áætlun og hann hefur ekki gleymt þér. Og nú skulum við biðja saman. Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú verður ekki gleymt einu eða einum einasta af þeim sem eru að horfa á þessa samkomu eða fylgjast með útsendingunni á lindinni. Drottinn, ég bið eina ferðina enn, útheltu anda þínum yfir okkur. Ég bið Drottinn fyrir þeim sem eru að horfa eða hlusta. Ég bið Jesús að þú mætir þörfum þeirra,
að þú uppfyllir sérhverja löngun og þörf og þrá eftir þínum vilja. Og ég þakka þér fyrir drottin að mega biðja þig að blessa hvern einasta einstakling sem að fylgjast með og ég bið að viðkomandi megi finna fyrir nærveru þinni, megi heyra þig tala og finna þá áætlun sem þú hefur. Ég þakka þér fyrir það, Jesús, að þú hefur fyrirgefið okkur syndir okkar. Ég bið þess að nöfnin okkar megi vera skráð í lífsins bók og aldrei afmá þaðan og hjálpað okkur að ganga með þér hvern einasta dag í Jesú nafni. Amen. Vertu velkomin í Fíladelfíu næsta sunnudag klukkan 11. Það er ýmislegt að vera alla vikuna, þú getur kíkt á það inn á filadelfia.is, en ég endurtek það sem ég sagði áðan, komdu í kirkju og vertu með þegar heilugum anda er úttelt. Við þökkum fyrir í dag, Guð blessi þig og gefi þér frábæran hvítasunnudag.